komast aftur eitthvað inn í þetta. Aðeins 2,5 mínúta eftir af leiknum. KR-ingar í góðri stöðu. Við förum að fá fleiri varamenn inn á völlinn og leyfa öllum að spreyta sig þessi síðustu andartök. Kemur þarna Ágúst Angantísson inn á hjá KR-ingum. Þeir eru farin að fagna bara á bekknum. Já, þeir vita að þetta er í höfn. Enda ég skal mæta til í íslenska boltan á mánudaginn og vera að bera ofan ef að Grindavík nær eitthvað að ógna þessum leik. Já, við þurfum ekki að senda í umhverfismataðar en það er þið, þannig að við skulum vona þá bara að KR. Þá fyrst fengjum við nýjan áhorfendahóp. Jæja. En það er kannski rétt að minna þá á að við gerum upp þessa bikarúrslitaleiki bæði hjá konunum og körlunum í íslenska boltanum í beinni útsendingu á mánudagskvöld klukkan 22:15. Ná fáum við hinn stórefnilega Matthías Orra. Litla bróðir Jakobs Arnar Sigurðarsonar sem leikur í Svíþjóð með Sundsvall Dragon, en 90-65 staðan fyrir KR og Ómar Sævarsson nær aðeins að klóra í bakkan handa fyrir Grindavík, minnka mun í 90-67. Pavel Ermolinski fyrir KR. Þá Ágúst reynir þriggjastiga skot og þetta er ofan í frábær innkoma hjá honum. Ágúst Angantísson stiflar sig inn með þristi. Hann þarf ekkert að hita sig upp í einhverja 2-3 sóknir, hann bara lætur vaða og beint ofan í. Ekki gengur neitt upp hjá Kevin Sims, ekki hans dagur, minnst að kosti ekki í skotum fyrir utan. Ermolinski sendir boltan út og nei, þetta gengur ekki hjá Ólafi Ægisinni. Það er Ólafur Ólafsson fyrir Grindavík og setur þetta niður, kannski smá sárabót. Og enn gera KR-ingar skiptingu nú fyrir Pavel Ermolinski út af. Hver kemur inn á, jú, þetta er Páll Fannar Helgason sem var jú bikarmeistari og Íslandsmeistari með Snæfelli fyrra. Já, Palli er alltaf í titlunum. Hann fær bikarmeistaratitil annað árið í röð, Páll Fannar Helgason. Hún að vera Íslandsmeistari 2 ár í röð og núna bikarmeistari 2 ár í röð. Þetta fer að verða eftirsóttasti leikmaður landsins ef þetta heldur mikið áfram. Svona lukkudýr. Þá eru það KR-ingar. 93-70, 23 stiga munur. Hann verður ekki unnin upp á þessari síðustu mínútu sem að fer nú í hönd Grindvíkingar með boltan. Ólafur Ólafsson. Eiginlega bara eini maður sem hefur verið að reyna eitthvað fyrir Grindvíkinga. En ekki gekk þetta hjá honum. Grindvíkingar. Þeir hafa líka skipt svolítið. Sækja af körfunni og hvað, þetta gengur ekki upp hjá þeim eða hvað. Nei, frákastið er KR-inga, Jón Orri. Það býður nú við, þarna er nú Helgi Björn Einarsson farinn að láta skapið hlaupa með sig í Gunnur. Þetta er algjör óþarfi. Smá svona svekkelsi, maður skilur þannig svo sem, en þetta annars sem var óþarfi. Ólafur Már Ægisson fer þá á vítalínuna, klikkar á fyrraskotinu. Það væri skemmtilega fyrir Óla að komast á blað. Já, gerir það hér, setur þetta niður 94-70, hálf mínútu eftir. Koma Grindvíkingar. Og ná að laga stöðuna aðeins, en KR-ingar ekki hættir. Það gerir þær hér, Ágúst Angantísson gengur ekki, 15 sekúndur eftir. Og þeir eru ekki einu sinni með á nótunum þarna. Björn Steinar Brynjólfsson fær boltan bara í hausinn, 12 sekúndur eftir. Þeir eru allir eftir, KR-ingarnir að komast á blað.
Þetta nýkomnir inn á eiginlega allir sem inn á núna. Áhorfendur telja niður og þeir reyna þarna eitthvað skemmtilegt KR-ingar. En það gengur ekki hjá þeim. Rétt rúmar 5 sekúndur eftir. Það flög trómukjöði inn á sýnist mér. Einhver pirringur. Eða einhver glaður bara, maður veit það ekki. Og þá rennur tíminn út. KR-ingar eru bikarmeistarar karla í körfubolta árið 2011 í 10. skipti. Fyrsta sinn í 20 ár sem KR hampar bikarmeistaratitlinum í körfubolta karla. Og það Hrafn Kristjánsson sem stýrir KR til sigurs eftir þessi 20 mögru ár í bikarkeppninni.